Komið sæl og velkomin í hlaðfréttir. Takk fyrir að follow okkur á Instagram og TikTok og öllu þessum miðlum. Metum það mikils að því að við náttúrulega mistum akkantinn okkar. Við vorum með 20.000 manns, 25.000 manns. Við erum að verða influencers. Já. Við erum ekki lengur í sjónvarpinu, þannig að við erum influencers. Benedikt, já, við erum samt ekkert mikið að gera svona eitthvað persónlegt stöf. Nei, þú ert svona að vera influencer. Við vorum aðeins að influensa í útilegunni. Þá fór ég aðeins að influensast. En það gallinn, sko, mér finnst allt þurfa að vera svo mikið snilld. Ég eitthvað svona, tók eitthvað upp. Nei, þetta ekki nú snilld. Þú sko ekki ofugsa, segi ég. Já. Ég eiginlega að tala við sjálf mig, sko. En bara ekki ofugsa, sko. En finnst þér ekki orðið influencer svolítið aðstæðanlegt? Að vera áhrifavaldur, hafa áhrif. Kannski er það bara gott, ég veit það ekki. Hvað gerir þú? Ég er áhrifavaldur. Já, það er kannski ekki svona status. Eða þú veist, ég veit það ekki. Jú, það ætti nú að vera. Ég meina þessi áhrifavaldar eru flottir og ríkir og eitthvað. Bestir. Já, við erum núna að upplóta þessum myndböndum úr klippum úr podcastinu. Ég er búin að læra núna að setja texta við þetta og eitthvað. Ég var líka gaman að þetta er svona einhver handavinna, sauma saman textan og eitthvað, finna einhver moment og það sem er gaman líka að finna er hvort að það hittir, sko. Já. Af því það er svo mismunandi sem hittir. Maður er að læra á það býti, ok, okkur hittir þetta ekki. En ef ég bara sýni rassin á mér í öllum klippum með eitthvað. Já, jú, nekt, neða, það myndi ekkert mega mikið. Rassin sjálf. Ég held að verið svona eitthvað nekt. Prumpaði útlöndum sem ég sýndi í Bannað að hlæja. Já, nefnilega miklu fleiri prumpuvídeó frá útlöndum. Já, ég hef upplifað þetta allt. Já, sem kom ekkert fram í Bannað að hlæja. Nei. Sömulega drullu gróf, bara kameran er eiginlega upp í rassinum á mér og ég prumpandi, sko. Já, og það gekk líka stundum kom ekki prump. Nei, ég kom ekki kúkur, hætti að segja þetta. Nei, ég bara segja kom ekki neitt. Þú reyndir að prumpa, kom ekki neitt. Já. Kúkur? Nei, ég held að það var eitthvað að fyndin eitthvað. Nei, alls ekki, sko. Nei, alls ekki. Þetta er sirpa sem ég hef geymt í símanum og hlakað til. Það er líka að fyndi þegar, þú veist, eins og börnin okkar eignast börn, við verum afar og það er bara til vídeo að afa þeirra bara prump út allan heim. Já, það er ógeðslega fyndið. Ef ég geti bara séð vídeo að valda afa mínum sem var bara alltaf gamalt kall, virðulegu gamalt kall, húmor í honum, sko. En ef ég geti séð myndbönd af honum bara prumpaður framan þinghúsið í Slóveníu og lægja einhverju götu í Kaupmannahöfn að prumpa og... Já, en þú hefur náttúrulega tekið kannski þetta samtal við elsta barnið þetta eða ekki, eitthvað svona. Hvað? Eitthvað svona, eins og Sveppi tók við sín börn, eitthvað svona samtal, nú er ég að leika, eitthvað svona, þegar þú ert að rassa að gera eitthvað svona. Hvað sagði Sveppi eftir við krakkarna sína? Hann sagði ekkert eitthvað nákvæmt, það bara tók samtalið, skilur við. Já, jú, þannig að sko Bannað að hlæja bannað innan 12 ára, en vinir Eysteins margir, ég var daginn bara á fótboltamóti á Selfossi og þá voru þeir rosa uppteknir að því af hverju ég var að prumpa út allt. Já, hann finnst Eysteini það alveg í lagi eða svona? En finnst hann eitthvað, pabbi meiri vills en í honum? Sko, já, svo daginn sko þá voru að taka upp innslag fyrir livesjóð okkar sem ég fór með Gunna á Víkingsleik og þegar ég var fyrir fram á stúkuna þá kölluðu stuðningsmenn Víkinga eitthvað fannar úr að ofan og ég reif múr á ofan og hendi peysunni upp í stúku og eitthvað svona og mikið af vinum Eysteins voru leiknum þeir skildi ekki neitt pappans Eysteins eitthvað rífast úr á ofan og þeim varst það mjög skrítið, sko. Já, fóru til hans og pappinni byrja á ofan inn á vellinum fann það alveg á mínu manni og hann fannst þetta eitthvað óþægilegt. Já, hann er ekki komin inn á það að hann fatti að þú ert kannski eitthvað þekktur einstaklingur eða? Jú, alveg eitthvað smá, sko, en hann skilur þetta bara ekkert. Ég er bara svona að setja mig í hans spor ef ég væri á Víkingsleikinum og Svenni var í bera ofan inn á vellinum með einhverju kameru manni skilur ekki, manni þetta alveg óþægilegt, sko. Af því hann skilur ekki, hann veit ekki af hverju. Þá hugsa ég, sko, mér finnst þetta samt ennþá svo fyndið, mér finnst svo fyndið að fara úr ofan og prumpa í útlöndum og veist, ég held ég muni aldrei hætta því, sko. Og bara eins og við höfum oft sagt, skilur, bara eins og strákanir okkar, Sveppi, Pétur, Steindi, Uddi hafa verið gagnrýndir fyrir það að þeir séu, færa þeir ekki að þröskast upp? Mér finnst það bara finna hana, sko. Já. Ég er mjög til í að taka upp draum
með þeim þegar Sveppi fagnar 70-samari og að fleygja sinni já, og mjáðum að brotnar og eru bara eitthvað drekkandi einhvern ógeðstrykk og fara í lítið gera einhver staðar, einhverju krummaskuði auðamann að segja að hoppa fram einhverju húsi og vera voðatöffari og já, Steindi gamall, heldur að Steindi veri ekki úrslega skemmtilegt gaman minni jú, klárlega sko. alltaf er svo gátur og til í að pá sér túli og hafa Ég gaman bara, sko, við eigum ekkert að breytast í gamalmenni. Var það ekki þarna sem Morgan Freeman sagði, don't let the old man in, sko. Við eigum bara að vera eins og við erum, sko. Já, alltaf að taka út þroska og veist, ég er alveg pappi og ég kenni börnunum mínum góð gildi og fer með svona bæna stund á kvöldin en þú hættir ekki að gera eitthvað endilega sem þú gerðir í fyrra. Nei, að því út árin 55, skilur. Ég segi alltaf að krakka náni fórsva. Þá segi ég, mamma, pappi, elska Eistinn og Katrínu, rosa og fokkið ykkur, nei, mikið þá er þú barnið og þetta botna, já mikið, já. Mamma, pappi, elska Eistinn og Katrínu, rosa mikið mamma, pappi, passa Katrínu og Eistinn vel, alltaf. Vel. Passa alltaf já, passaði alltaf, það kemur ekki fyrir að passaði alltaf já. Er þetta einhver mantra sem þið farið með? Mamma, pappi, rosa dugleg, stolt af mér og ef það er eitthvað, þá getur alltaf leita til okkar í rauninni, talað við mömmu og pappa en svo alltaf því ekkert að segja þetta við dag Nei. En ferðum með þessa möndru þá hverju kvöldi? Já, alltaf Og hvað er fallegt? En er þetta komið frá þá fóreldrinum? Nei, þetta er bara eins og þú ákvast Já, mamma fór með bænirna sko Já, þú vilt það ekki? Jú, ekkert frekar Ég bara svona ákvað að búa til einhverja möndru sjálfur bara sem ég ætlaði svona innprenta í krakkana og þetta er bara gildin, þú veist að maður elskar þið alltaf og þið vitið það og maður passið þið alltaf og maður er stoltur af þeim alltaf saman hvað og geta alltaf leitað til maður þannig að já, það er eitthvað sem og mér langar ógst að prenta þetta út og gefa þeim í jólagjöf eitthvað svona á eitthvað svona skilti og hafa það inn í herbergið þeim svo hef ég bara ekkert gefið mig tímið það þannig að ef það er einhver góður að hlusta sem er svona hefur ekki séð svona mynd bara svo Bubbi og allir eru að gera svona flott skilur ég let gera þetta daginn já það var bara stelp á Instagram, ég skal bara senda þér manni hvað hann hittir, þá var það setningin sem ég með henni í eldhúsi ekki húka svona við borðið það er sem mamma sagði alltaf við okkur bræðina húka svona við borðið þá var maður sko, ef einhver er að horfa þá var maður bara úlingur og var svona eitthvað en ekki borðið og þá var hætt að húka svona við borðið við húkum ekki við borðið það og svo sagði hann líka alltaf við drekkum ekki djús við þosta já, það er alltaf góð regla þannig að það er svona næsta sem kemur og veggjum við hliðina drekkum ekki djús við þosta ég fyndi að vera með svona eitthvað svona sko. En ég á sjálfur ekkert eitthvað svona sem ég segi alltaf við þau sko. Ekkert nema, ekki nema bara ég elska þig sko. Já, ég mæli með þessu að búa til einhverja möndru til þess að stundum verið alveg bara pabbi hættu þessu, ég nenni ekki, ég veit þú elskar mig en hérna það var alltaf farið með faðirvorið fyrir mig það líka mér og það var ekkert endra og ég tók það ekkert inn í fullorðinsárin og er eitthvað voða trúaður sko. En þetta er bara eitthvað svona consistency bara já, svona. En eins og við fórum með faðirvorið sem börn bara þegar við erum 6 ára, ég myndi eitthvað vorum við að taka það inn sem faðirvorið eða var það bara eitthvað svona eins og busta tenninar skilur Held að Hvað? Busta tenninar Já, og varst ekkert að taka inn skilningin á þessu og Nei, ég meina, farðu með faðirvor þú sem ert á himni, helgist þitt nafn tilkomið þitt ríki verið þinn vilji svo að gjöra sem himni gefur sér dag og daglegt brjóð fyrirgjöfum voru skuldum svo sem er á fyrirgjöfum voru skuldum nötum meðleitt og fyrst neldur frá svo vildi við iltir ekki amen. Já, ég eiginlega skildi ekki í dag sko. Nei. Þetta er bara eitthvað praise Jesus. En hefur heyrt faðirvorið á ensku? Nei, ekki heldur eða þú veist Hallelujah Nei, bara nákvæmlega sama skilur þú? Vá, ég bara, sorry hvað ég vitlaus en ég bara vissi ekki svona faðirvorið væri til á öðru tungumáli. Ég held að væri eitthvað alíslenskt dæmi. Er það eitthvað praise to Jesus, you won the sky, make wishes for all their crimes, make me það er sko að ég segja það, þetta er bara Our Father who art in heaven, hallowed by thy name, the kingdom come, thy will be done. Já, þetta er eitthvað endalegt sko. Já, en það er sama, ég meina það er and forgive those who trespass against us Þetta er bara einhver gildi maður. Ég held alveg með þessu. Ég náttúrulega var leitandi á tímabili og hef ekkert svo sem unnið eitthvað mikið í því sko. Nei, það kemur bara yfir þig, það kemur yfir þig. Já, ég samt fórum í Philadelphia söfniðin fyrir hálfu ári síðan eða eitthvað. Já.
þá fekk ég eitthvað svona kannski er ég bara að fara að trúa eitthvað meira. Já, hann náttúrulega sko, þú fórst í fyrirbæn. Já. Það er ekkert allir sem hafa gert það. Frelsaður. Já, í grunninn. Óli kóngurinn. hann frelsaði mig. Já, en þetta var sem sagt fyrir líka óvirka alkohólista sko. Kannski fannstu þig þar. Ekki bara, sko. En svona í grunninn, þetta var þannig, skilur við. Þetta máttur koma að það, en svona í grunninn var þetta þannig. Nei, Philadelphia er ekkert bara það. Nei, ég veit, þetta Philadelphia er ekki bara það, en þessi event var það. Já. Nú, ég segi ekki. Jú, Óli, hann er yfir einhverju svona dóti. Já, hann fór með mjög sterka sögu sitt. Já, ég þorði ekki í það, ég bara, hvað, þú veist. Þetta eru bara Nei, það er eitthvað trans. Nei, þetta er meira svona hvað, þú veist. Nei, ég veit ekki. Mér finnst það bara óþægilegt. Það fara að gráta eitthvað svona. Já, dáliða mig kannski bara. Ég myndi svona eitthvað. Breytast. Já, nei, ég veit ekki. Talandum að breytast. Ég fór í bíó núna fyrir stuttu á bíómynd sem það var ógeðslega gaman að fara á hann í bíó því að fara í bíó er bara það skemmtilegasta sem ég geri og eftir ég egnaðist börn þá hef ég sinnt því áhugamáli allt og lítið. Það er líka það sko að Hollywood er búið að vera bara að skýta á sig upp á síðkastið. Allar þessar svona frumlegu myndir fara einhvern veginn beint bara ná eitthvað Apple Bli og erfitt að sjá þær og það er fá ekki að hæpa í bíó sem fengu fyrir svona 15-20 árum þegar maður var ógeðslega mikið að fyrir bíó. Veistu, er Police í bíónu? Fekk með Police og haldir, keypti Thule. Og eitt sett. Já, það var tókst það með þér? Thulein? Nei, eitt settið, í vasan. Já, nei, og mjög gaman sko, þetta var bara virkun degi, bara klukkan 9:30 og það var alveg pakkaðis allur og á bíómynd sem er sko svona original story, bara skrifuð af ungum leikstjóra og hann leikstýri myndinni og ungi leikar að leika og þetta er horrormynd, spennu horrormynd og bara sterk saga og tekin upp á bara fáum tökustöðum, bara svona ódýr mynd en bara frábælega vel skrifuð og vel leikinn og gott konsept og heitir Obsession. Já, ég hef ekki búin að sjá hana. Ég mæli stórlega, þetta er bara frábær mynd og leikkonan í þessari mynd er alveg stórkostleg og hún rík heldur allan tíman og ekki of löng, bara mjög, mjög gaman að fara í bíó. En þú sagði líka að það hefði verið fullt bíó. Já, ég var að segja það. Fullt bíó, fullu salur. Og það kemur óvart að því að ég held að þetta væri svolítið minna og sérstaklega á sumrin. Nei, ég held bara að áhörundur, bæði íslenskir og bara í heiminum eru bara farin að kreifa bara svona frumlegar sögur, ekki endalaust eitthvað reboot og Marvel Bli og Universe þetta og After Turtles og lalala. Þannig að það er greinilega mikil eftirspurn eftir þessu. Og ég held það, ég hef ekkert verið að kanna það eitthvað mikið en mig minnir það að þessi mynd er að slá einhver met? Já, bara svona er að fá rosalega mikla aðsókn í bíó þannig að Hollywood er að vakna og er eitthvað, kannski eftir að gera meira bara af einhvern frumlegum sögum og halda því gangandi ekki endalist eitthvað Marvel. Nei, þú sér það að ég er að kíkja hérna bara hvað er í bíó við þurfum hann herra Nei, virkar ekki hvað er í bíó? Það er verið að frumsýna Moana eða Vaiana Rýbrand, já, einmitt bara alveg eins mynd nema bara leikinn. Já, maður fer hana með krökkunum og það er bara svona fínt eitthvað. Minions, já, Rýbrand, Toy Story 5 Rýbrand, Jackass Best and Last. Ok, ég reyndar að elska Jackass. Já, en hvað er þetta samt, skilur við? Best and Last. Þetta er bara ný Jackass mynd. Er hún komin í bíó? Já. Okay, Spiderman, Brand New Day, Forsala hafin. Já, bara Rýbrand. Svo er eitthvað sem The Backroom og svo Supergirl. Stoppaði þarna, Backroom, það er til dæmis mynd sem er líka eina af þessum frumlegu myndum sem Hollywood gerður með og þessar tvær, Backroom og Obsession er að slá ekki öll met, en bara þú veist fólk er að flikkast í bíó þannig að ég ætla að fara á hana næst Backrooms, en já, er Jackass komin í bíó? Djöfull er það gaman. Já, svo er Scary Movie og Rýbrand. Heldur betur. Já, þetta fær mann til að hugsa sko. Hver myndur þú segja að væri besta Spinal Tap 2? Nei, hann skotin. Talandi Rýbrand, það er bara the drama líka með Sandy og Robert Pattinson að vera mjög góð. Já. Ég veit ekki hvað ég kalla Michael Jackson, er það ekki bara basically Rýbrand? Þannig séð sko. En já, ég hveti ykkur til þess að fara þessa mynd og bara njóta, horfa á frábæra sögu og góða bíómynd og bara fá sér pop og
Coco Puffs, einhver betri morgumatur en Coco Puffs? Nei, segi ég, manst eftir slóganinu, gamla góða. Þetta er Coco Puffs. Nei, hvað? Leikandi gott í gogginn. Já, Ormsson er náttúrulega að selja Dyson ryksugunar. Ég nota Dyson ryksuguna svona 5 sinnum á dag. Það er mest að gaman. samanlega. Og sérð árangurinn, þetta helvitis ljós. Svo þægilegt. Heimkaup.is, já, ég sé þetta punktur en ég held með því. Farin á heimkaup.is og versliði það sem ykkur langar í, fá það sent heim til ykkar eða sæki það í mjóddina. Já, ég og Benni verðum á ferðalagi landið í júlí, svona á völdum dagsendingum og erum með uppblásin tjöld frá Víkurverk. Þetta er snilt, það tekur 10 mínútur að tjálta þessu og öllum líður vel. Hlaðfréttir elska Thule. Thule, alltaf léttur. Vá, þú getur verið Thule röddin. Besta íslenska kveikmynd allra tíma. Benjamin Dúa. Já, þú fljótur að svara þessu. Já, þetta er bara mynd sem maður sá sem krakki og satt í manni. Ég stofnaði náttúrulega bara riddaraklúbb. Út af því. Mamma heklaði með vesti og við smíðum okkur sverð og en svo bara líka horfði ég á hana fyrir bara ekki það löngu síðan og þetta er bara besta handrit af íslenskri bíómynd sem við hefur gert. Ég sendi mér þess að á Friðrik höfund einhvern tímann, prósaðanum sterklega. Svaraði. Það var bara svona takk fyrir eitthvað svona mjög þurft. Já, kannski vanur því að fá hrósi. ógeðslega væminn eitthvað, mér finnst þetta handrit þetta alveg frábært og bara bla bla bla. Og bara takk fyrir punktur. Langur póstur, ég get sýnt þér þetta. Já, ég trúi þér alveg, ég geta, við fengja þetta. Já, sko, já, við eigum alveg fullt af frábæra myndum. Englar Arelfsins er frábær, já, hérna, Reykjavík Rotterdam sem að Skari gerði með hérna. En við förum að sér gegnum þetta, því ég spurði, ég veit að það er ekkit eitthvað rannsóknar sko, að fá ChatGPT til að segja þetta. Órói. Já, en ChatGPT setur þetta upp í 10 mynda lista. Íslenski draumurinn. Það er að leiða maður að segja frá. Áfyrir ekki. 10. sæti, Vonastræti, 9. Djúpið, Sódóm á 7. Kona fyrir stríð 7. Ég hef aldrei séð Kona fyrir stríð. Hrútar 5. 100 Reykjavík, nr. 4. Nr. 3, Nói Albinói, Englar Arheimsins 2 og á topnum Börn náttúrunnar. Já. En hvað er chattarinn að finna þarna? Er hann bara að finna mest umtöluðu myndirnar eða þú veist að því að Velunuðu myndirnar. Velunuðu kannski. Náttúrulega hún var tilnæmt til Óskarsvöluna hérna Börn náttúrunnar. Þannig það svona gefur auga leið að hún Já, sé já. gæsaleppa best. og svo náttúrulega já, vann Hrútar eitthvað á kann og Kona fyrir stríð eitthvað frábæra viðtökur allan heim eitthvað svona bla. Já, þetta er alþjóðlega velun. Er það ekki svolítið sem að þessi listi snýst um? Af því að þú veist, þú sérð ekki á þessum lista Stellu með alltaf hreinu djöflægina, þú veist hvað sagði ég líka daginn hérna undir trénu brúðguminn af því að fólk gleymir svolítið brúðgumanum. Brúðguminn er góð og önnur brúðgumsmynd sem ég ætla að gefa sjátt er Sveitabrúðgumið. Hún er frábær mynd. Og bíódagar. Já. Kannski sitja þessar myndir bara svolítið vel í manni. Þú veist, ef þú horf á bíódag í dag var það bara snildar mynd eða? Nei, þetta er náttúrulega sko, það skiptist svolítið í tvent sko. Þú ert náttúrulega með þessar myndir eins og bara, þú veist, með allt á hreinu eða hérna Stella í Orlofi. Þetta er svona mjög íslenskt. Þú veist, við elskum náttúrulega bara Stöðmenn og við elskum hérna Latta og hana hérna Eddu Björgvins. Þannig að þetta er samtímamynd. Þetta er svolítið þannig, þetta er svona æskæs síns tíma skilur, þetta er svona leikarar sem að þjóðin elskar og eitthvað, en svo ertu með svona frumlegu sögur sko, sem bara svona transleita út allt. En skilur eins og svona fleigsetningar úr kvikmyndum eins og Stelli Ólafið, fullt af einhverjum setningu sem fólk grípur í, eitthvað svona majónessan var honum gul og Dúfnahólar 10 og allt þetta skilur erum við síðustu 15 ár, erum við að sjá einhverju svona fleigsetningu í bíómynd? Já, sem hún mannst eftir bara eitthvað, já, ég man nú í óróa þegar hann sagði þetta. Nei, þetta er náttúrulega allt annað tími, þannig að kom bara kannski ein mynd, kannski eins og ári, ef það og það fór bara allir í bíó og leikararnir sem leikur sem bíómyndum voru frægari heldur en leikarar í dag, þau voru í sköpinu og það var bara einn sjónvarpsstöð og svo kom bíómynd og þetta er bara svo ársati út á landi, það bara fór allir í bíó alveg saman hvort að myndin var góð eða ekki
Einmitt. og svo pulsubakka bíómyndar, maður sem getið því Já, það var Stella og Stella mikið þar. Sódóma, var náttúrulega pulsubakka mynd Ó, Þannig bjórin. þannig að þú veist það er erfitt að bera þetta saman sko. Nú kemur svo mikið út og Já, eins og Benjamin Dúa, manstu eftir einhverju svona setningu þar? Fyrir utan eitthvað svarta fjöðurinn, meira svona setning. Þetta er Benjamin Dúa setningin. nei, ekki Helgi Svarti, var hann ekki að segja eitthvað rugl og hann þetta var hljóður svona í fyrirbart myndar, svo fór hann að tala eftir hann brendist. Já, en það er eins og sé einhver svona lægð núna í íslenskri kvikmyndagerð þegar kemur að bíómyndum sko. Boltan, gefðan, já, Já. það situr svolítið í mér. Mér langar sko að fá leikarana úr Benjamin Dúa hingað í stúdíó Já, er einhver að hlusta. og tala við þá. Heldur þeir hlusti? Já, já. Einn af þessum 4 lítur að hlusta. Ég veit ekki hvað, þeir eru væntanlega eldri en við þessi strákar. Já, ég held að ég fætti kannski svona 80. 84, 80. Já, þetta er svona, já. Það væri gaman sko, að rifja upp líka, já, kannski fá leikstjóran í spjall, eitthvað svona, rifið upp. Já, já. En hérna, já, svona það færist fókusinn svolítið yfir bara í sjónvarp og bara sjónvarpseríur, þú veist, hérna, seríur sem hafa náð þjóðinni eins og bara hérna Vesturport-serían hérna fiskiveiðin Verbúðin, hún svona fangaði er það ekki svona seinasta svona leikna sem fangaði einhver tíðaranda efni, nei líka bara sem bara svona fangar þjóðina og bara fólk í heitapottum og saman kaffivélina ræðir og spenntur næsta þætti og Jú, það er alveg rétt. Ég man ekki hvað annað eftir Verbúðina náði svona Vigdís náði ekki þessu flugi Nei. sem er sama fólk og gerði Verbúðina sko. Það er líka alltaf öðruvísi efni en já. Það þurfti einhver að henda núna bara eins og hratt bara, setur bara Vesturport í þetta að gera leikna serju Kristján í Hvalnum. Okay, það er þetta betri hugmynd. Hvað ætlaði þú að segja? Okay, það er betri hugmynd. Hvað ætlaði þú? Mín hugmynd var eiginlega glötuð sko. Já, segð hana. Kostningar í ágúst. Oj. Og eitthvað svona með og móti. Nei, og svo væri skilur segjumst í þátturinn væri sýndur á kostningardegi. Leikni þættir? Já, þetta? Þjóðin í klofi, þetta er glötuð hugmynd. Já. Nei, ég var til að sjá bara lífsæfi sögu Kristjáns í Hvalnum bara. Hvernig til leika Kristján? Bergur. Já, hann var ómikið grínleikari. Það þarf að vera einhver svona... Bergur? Það er dramatist bein í Berg. Já, ég veit það, en að því hann hefur leikið Kristján sem grín, þá finnst mér eitthvað off. Hvað er skaupin hjá okkur? Er það ekki eina skipti sem hann leikið? 5 sinnum leikið Kristján í Hvalnum. Við fengum ekki hugmyndina að því, sko. Nú, Bergur, sjátt á Berg, sko. Bergur er eitt besti leikari sem ég hef unnið með, sko. Hann er frábær leikari. Ég held að hann geti vel leikið dramatískan Kristján. Já, ég hef alltaf trúið því. Þó hann sé líka grín. En það þarf líka að leika Jón Kristján, sko. Jón Kristján? Jón Kristján. Já, Jón. Svo Önnu Kristjáns. Hvað með hana? Gera þá, leikna seríu líf Önnu Kristjáns. Já, ég er með eina hugmynd af íslenskri persónu sem var gaman að kvikmynda. Ég vil eiginlega ekki segja það upp átt samt. Ok. Ég held að jú, ég segja bara lífslöp þessa manns er bara svo áhugavert sko. Og hann er ennþá í dag Gummi Brim. Herbert Guðmundsson. Já. Allt þetta ævintýr í Hollywood og þarna stoppa ég á sko, þann sem er að fara að leika Herbert sko. Hann er svo mikill karakter sko. Sólihólm? Nei, það var mikið grín. Já, en hvað ef hann er leikinn öðru sem hann er skilja, það væri bara það væri Herbert en það væri ekkert eitthvað þónu minn að spila í hljómsveitinni það væri enginn að leika þóna. Fattar þú? Ég hef svona að hugsa að Herbert ætla hann fara heim til sín og er allt öðruvísi, talar öðruvísi, er ekki með glerugun, er ekki svarta jakkanum hana, er ekki stífilunum, er bara, þá er maður búin í karakter. Svo ringi sími, blessaði Benni, hvað segirðu? Já, ég kem bara klukkan 9. Skellir á, hvað er í sjónvarpinu? Ég er svo mikil Herbert eitthvað, ég er ekki á morgun sem Herbert. Ég elska Herbert, það er ekkert skemmtilega. Þú ekki að fá hann? Hvert? Í spjall? Bara alltaf. Nei, það er ekkert skemmtilega en að vera skemmt á árshátíð og Herbert er baksviðis og fylgjast með hann fara upp á svið. Hann er svo mikið grút sko, hann er búin að gera þetta svo lengi en alltaf er hann jafn spenntur og með svona stress í sér og bara svona fer upp á svið og kemur tilbaka og stráka hvernig gekk þetta, var þetta ekki bara flott? Já, vill feedbackið. Já, eðlilega. Og það segir mér svo mikið að hún er með andum það sem hann er að gera. Ég held leið og listamenn eru ekki stressaðir, kom ekki baksviðis og var ekki bara fínt.
þá ertu svolítið að missa það sko. Já. Þarft að hafa ennþá þetta kýtl og þetta svona smá spennu og svona viljan til þess að koma upp á svið og trilla líðin og alveg sama hversu stórt krátið sko. Manstu ekki þegar við eltum hann í hérna framkomu Ármúlan þegar hann var hérna skemmta fyrir saumaklúbur eða eitthvað hann var alveg að fara stúrstressi. Hvað ætlaði að vilja heyra og hvað ætlaði að vilja sé lengi og ég skil hann að mörgu leyti. Ég held sem miklu erfiðar ofta að fara í eitthvað þannig heldur bara upp á svið eitthvað bara, þú veist, í hörpu það sem hún sérði ekki í krátið og það er allir bara sínu borðum og fullkomi hljóðkerfi og einhver að passa þig heldur hún að lappa bara ykkurt inn og þess að dáðist ég líka svo á Hjálmari þegar hann var alltaf í hvítinskonni var bara hún eitthvað ég gæti aldrei Nei. Það er bókaður í einhverja gæsun og lapp inn og er eitthvað Já, það er, maður tekur hattinn Ég myndi alltaf að hugsa eitthvað svona það er einhverjum sem hatar mig hvað er ég að gera, okkur er ég að þessu Ég held að hata ekki margir hann sko. Ég veit það og hann veit það líka en ég bara segja ef ég væri í einhverjum svona kart þá myndi það vera fyrsta sem ég myndi hugsa Já svona, hvað er ég að gera hérna En þú gæti verið bókað sem er bara fræðfrétta fannar skilur með mækin eitthvað skilur en því að það er þó það er lit Já Alveg eins og þegar við gerum ásáttíðavídeó fyrir fyrirtæki þá ertu stundu svolítið svona eftir það sko Já, það er ofta ekkert auðvelt að lappa inn í eitthvað stjórnarherbergi og vera eitthvað í forstjórunum og allir eitthvað mæta þér og svo er maður bara en mér finnst það gaman, mér finnst það mjög gaman en líka En skemmtilegast við það er náttúrulega bara að fara inn í fyrirtæki og sjá kúltúrinn og hvað er fólk að gera og svona kynnast því sko Já, það er vissilega mjög gaman sko En svo hvert fórum við við erum búin að fara víða sko en hvað var það? Við erum búin að fara í öll álverin held ég Já En okkur skortir að fara í sko allar útgerðir við erum enda búin með brim Síldavinnsluna Já, það vantar eitthvað meira að þinn það vantar náttúrulega hvað, já það er brim og svo er það hérna Samherji hefur ekki verið í Samherji Nei, það kannski fílar okkur ekki Þorsteinn Jú, ég veit það nú bara fyrir víst sko Nú? Af því ég þekki konu sem er mjög náin og sagði Þorsteinn einhvern tímann ég fíla þessa menn orðaði ekki þannig en það er bara gaman að okkur Já og nýji fóstrun, sonur hans Já, við hefum líka gaman að þeim Ég er mjög gaman að þeim Ég er gaman að öllum Þeir eru náttúrulega norðan, ég var Akureyri daginn og ég ætla að taka lofið að last Manstu þið því, Reykjavík síðdeis Nei Það sem þetta last eitthvað að lofa eitthvað Ég ætla að lofa rólóana fyrir norðan Ok Ég er spenntur að heyra Spenntur að heyra, þú hefur verið fyrir norðan farið í þessa skóla, Odderaskólan og Gleirárskóla og eitthvað svona Nei Hefur aldrei átti börnin fara á róló á Akureyri Man ekki þess Nei, þessi rólóar eru bara eitthvað annað Pittu, Þetta er bara eins og rólóar í útlöndum Þetta er bara svona alvöru rólóar Hvað ert að segja mér? Við erum í bóði hhi.is og það er málið að taka þátt í aðal úldrættinum og líka milljónumveltunni. Það munir á þessu tvennu. Aðal úldrætturinn þá er margir mögulega að vinna alltaf 3000 manns en í milljónumveltunni vinnur bara einn heppinn og tekur stóra pottinn í hverju mánuði. Svo dælum við hjá Atlansolíu og sjálfsögðu er það ykkar að velja ykkar spari stöð og þar fáið langbesta verðið. Góður smass hambúrgari. Two Guys eru bestir í því og ég hveti ykkur til þess að fá okkur 2-pack. Benni er meira fyrir hvað elskar þú aftur? Bara Two Guys borgaran af því að það er ekkert grammit á hann. Það er geðveitt. Svo er nammið frá Nova Sirius. Þetta er náttúrulega bara besta namm á Íslandi og mér finnst nýju hringirnir þeirra berja hringirnir. Opalberja hringirnir. Frábærir. Já, og blandaðin saman við eitt sett, það er góð tvenna. Ímyndaði flotta róló, þeir eru þar. Ef þú segir flottur róló, hugsa ég bara Kaupmannahöfn. Já, þetta er svolítið þannig róló. Bara leiktæki og alls Já, svona gæðin og rennibyrðin eru langar, skiluru. Og þetta eru svona stóri kastalar. Við erum vanir í hérna á höfuðborgarsvæðinu að vera bara svolítið með svona klassíska rólóa sem eru vantilega gerðir af hana krumma sem er enda frábært fyrirtæki og flottir að gera rólóa. En þetta er svona meira meira aksjón. Þetta er svona útlenskt. Ég þarf bara að sjá þetta, ég er ekki alveg að skilja þig. Ok, ég skal sýna þér mynda þessu. Þá var það bara komið í kerfið. Hvað googlaði þá? Róló Akureyri.
Já, Það sé nóg. halda það sko. Ról og Akureyri fyrir Images eða Spiritchattaran, má ég sjá myndir af Ról og Akureyri og fannst þeim gaman á sem Rólóum? Já, þeim finnst þetta geggjaði rólóa sko. Ekki það að börn eru mjög sátt við marga rólóa en þetta sko þetta er eins og bara að vera í útlöndum fyrir þeim sko. Eins og bara lítið tífóri. Sko, þú er bara að hæpa þetta svo mikið upp að ég held að ég verði fyrir vombrið þú sínum með mynda þessu. Ég veit ekki hvað ég að leita sko. Ég leita bara Oddeira Skrifa skóli. bara Róló, Völlur, Akureyri eða eitthvað og þá 100% kemur einhver mynd í Images í Google eða eitthvað. Já, jú, hérna er svona smá partur af það sem ég er að meina. Þetta er meira svona, skilur. Já, sæl. Ef að hlustendur ef kameran er á mér sko, þá er þetta svona. Ég geti bara leitað þessu sjálf. En ég kom staðið, þetta er pólst. Þetta er pólst. Akureyringarnir eru að flytja þetta inn einhvern veginn frá Pólandi. Hvernig komst þú að þessu? Ég tók bara mynd af logóinu á apparatinu og setti það í chattaran. Við hérna heima erum vissulega að nota meira krumma. Heima, bara í Reykjavík erum við að nota krumma sko. En við erum líka... Vistu svolítið vera að lasta krumma? Nei, ég er ekki að lasta hann, hann er klassískur, ég fíla krumma. Hann er miklu svona íslenskari. Þetta er miklu svona þannig sér ljótara. Þetta er ekki falleg byggingandilega. En við erum líka alveg hérna í Reykjavík að nota sem sagt finnska og danska hönnun sko. Þannig að þetta er lofið. Rólóðnir eru beyond á Akureyri og bara það er lofið. Lastið fær ég vil ekki vera að lasta. Já, jú, þú mátt ekki... Ég var bara svo pirraðar á Akureyri, við fórum í sund og þá var rennibrautirnar lokaðar, allar með tölu og ástæða fyrir maður fyrir sund og Akureyri er að fara rennibrautirnar. Var ekki bara að þrífa þeir eitthvað? Jú, og það tók 4 daga. Já. Svona allt fríið mitt var rennibrautarlaust. Já. Og það fór ekki vel í börnin. Þetta er samt bara heilbreytt last, sko. Já, en er ekki sant. Mér finnst sundlegar eða til að loka og þrífa áslega lengi. Af hverju má ekki gera þetta á nóttunni? Þetta er borgin. Já, þetta er dýrara eða eitthvað. Nei, ég veit það ekki, sko. En ég tengi alveg það. Ég hef alveg farið í sund og mér er sagt að rennibrautin sé lokuð og... Er þetta sagt áður en fyrir óni? Já, mér har sagt það var ekki sagt hérna þegar við fórum í Akureyri. Þú veist að rennibrautin lokuð en það er rennibraut opinna í hverjum... Ekki, það myndi ekki hætta við, sko, því að börnin eru komin í sund og bara ekki að rennibrautin lokuð og það sleppa yfir sund. Er eitthvað íslenskar en að fyrir sund og fá sér ís? Kjörís? Nei, í grunninn ekki. Sund það fylgir alltaf. Þetta er sko ekki það, ég hef aldrei búið lengi í útlöndum. Ég hef búið einu sinni 1 sumar í Danmörku og svona alltaf bara ferðast eitthvað í 2 vikur í senn eitthvað svona. En maður finnur alltaf að maður saknar smá að fara í sund. Þetta er svo, ég held að þetta sé það íslenskasta sem við eigum, að fara í sund. Er það ekki? Jú, en þú Þar sem þú ert, þá er sund og maður fer í sund. Já. En þú ætla að segja að mér finnst ekki nóg gaman í sundi eða eitthvað svona. Já, eða þú veist. Nú fórum við síðast í sund á Kirkjubæðaklaustri. Alveg klassísk sveitalög. Hún er svona dúkalögð. Dúkur. Mjög fínt þar. Já, virkilega fínt. En hvað? Þú ætla að segja að mér hafi finnist leðilegt? Mögulega. Nei, okkur segir það? Að þið finnst ekki nóg gaman í sundi. Okkur? Að þú fer aldrei í sund, nema með börnunum út á landi. Já. Ekki heldur. Veistu hvað, vala mín, ég er farin í sund hérna synduðum, ég ætla aðeins að synda hérna og aðeins að tegja. Það ætti að vera mjög eðlilegt í rauninni, þá varstu bara hreyfing og... Kristmundur Axel, vinnur okkar, hann fer í sund daglega og talar kallana í pottinum, nema þennum í stelpuna sína, hann annarko tegur hann með eða ekki. En ég held að ég muni nýta með sundlögunar. Nei, sem gamall maður. Kannski er þetta rétt ég er. En samt þó að mér finnst ekki nógu gaman í sundi, þá finnst mér samt það gaman að ég saknaði þess smá. Það er alltaf smá stemming að fyrir sund. Já, þannig að ef bara einhver myndi taka alla sundlögunar úr Reykjavík, þú væri alveg góður, sant? Nei. Væri bara, Já, ég væri það. Ég til dæmis aldrei farið í sundlög í útlöndum sem er flottari en bara afrétts sundlög á Íslandi. Ég hef aldrei verið einstaklega útlöndum að djúðlega flott sundlög með þér. Það var talað sundlaug, ekki Vatnsrennibrautargarðan. Til dæmis, vorum við ekki saman í Budapest þegar við fórum í hana böðin í Budapest? Nei, ég hef nú ekki farið í þau. Það er eitthvað voða, eitthvað böð í Budapest, eitthvað voru byggð 1100 og surkál. Já. Ógeðsleg. Klefarnir bara eins og verið einhverju gasklefa og sundlegin bara skítug og... Já, það er ekki svona spa-fílingur. Bara ekkert merkilegt, sko.
líka Spain Já, við erum mistarar í spöum. og hvað þá öll þessi lón sem er að koma núna. Ég hef stundu tekið því á svona spöð þegar við förum í vinnuferðir erlendis og þetta er alveg svona 5 stjörnu spa eitthvað á einhverju hóteli og svo fer maður í það er bara viðbjóður. Ég er ekki mikill spakall. Þú veist, mér finnst það gaman en ég þarf þess ekki, mér finnst betra að fara bara upp á herbergi og leggja mig í svona klukkutíma. Já, mér finnst að þurfa að fylgja nudd og spa. Mér finnst leiðilt að fara bara í spa. Já, nei, ég fer ekki nudd sko. Nei, ég veit það. Liggja svona á dottar yfir daginn, þetta að taka eitthvað svona kríu. Nei, ég á rosa erfitt með það eins og þú hefur stundu gert það hérna. Já. Setur svona upp eitthvað station og sopnar. Ég gæti það ekkert hérna. Nei, þetta er sko sumir gera grína mér fyrir þetta og eitthvað, maður leggur sér ekki á daginn þá er maður bara en þetta er bara mín svona ég er bara búin að sætta mig við þetta er bara svona mín núvitund Já, leggur þið alltaf? Eina skipti sem, ég held að hverjum einast degi þá tekið smá svona, legg mig ekki eitthvað, ég fann að leggja en svona það er að En hjálpar það til í úlfatíman, þetta er sprækar í úlfatímanum? Já, held að Já, potið þetta sko En svo er alltaf að tala um Spánverja, þeir náttúrulega taka síestuna en þeir eru ekki alltaf sofandi það er ekki eins og bara einhver búðareigandi fari bara að sofa bakvið Nei, en kannski var það þannig þú veist, í gamla þetta Já, þeir lokuðu náttúrulega bara mesta hitan ég held að það hafi verið svona grunnstefið í þessu og heitast en þú veist, svo bjó ég hérna á Spáni í smá stund og þá fylgdist ég smá með að því þá var fyrir utan íbúðina að vera að byggja verslunarmiðstöð það var rosalega mikið að svona verkamönnum þeir fóru aldrei að sofa þeir voru bara að vinna og svo 2:00 eða eitthvað hvenær sem síðasta var þá fóruðu bara á næsta bar og fengu sér 2 bjóra og svo heldur áfram að vinna Já, ég myndi gera það það er síðastan þeirra að hvíldin sko það er ekki alltaf að þurfa að fara að sofna skilur Nei, kannski svona einhverjir eitthvað svona, það er svo dótt að taka smá En hvenær byrjar gamalt fólk að leggja sig að því að Gamalt fólk? Ég er að leggja mig. Ég veit það, en svona afrits einstaklingurinn er ekkert að leggja sig. Þú náttúrulega hefur þeirra forréttindi að þú getur lagt þig bara hérna. Ég held að allir geti lagt sig heldur að allir geti ekki fundið hálftíma á dag til þess að leggja sig. Nei, fólk er bara í vinnu. Já. Og það er að leggja það þá eftir vinnu. Já, eða bara í vinnunni, bara eitthvað svona, við skrifborðið eitthvað svona smá eitthvað, og svo heldur áfram, eða Heldur að það væri bara samþykkt bara hérna nýri í Seðlabanka eða leikskólakennari bara fyrir á kaffistofu og tekur smá svona, dottar smá Já, bara svona sitandi hérna. Já, bara veist, Já, ég veit ekki hvort að fólk væri ánægð með það Hallar þér aftur á bak og lokar augunum og lætur aðeins líður þér og heldur áfram Og bara kassastasmar í bónus aðeins Nei, en kassastasmarinn fær smá pásu og þá í pásunni Já, ég held að sé minna síestur en nú heldur sko Nei, því að gamalt fólk þegar fólk hættir að vinna þá kannski leifir þessi meira heima aðeins að dotta í sófanum Já eins og yfir HM, það eru margir verið að dotta yfir HM Já, ertu spenntur fyrir hver vinnur HM? Ertu svona peppaður eitthvað váka ég vona þetta lið takir Nei, ég er einhvern veginn, mér er alveg sama hver vinnur HM núna, úr þessu Af því að Kólumbía dattulauk Já Nei, ekkert á því Ég var smá svona með Ronaldo en svo hætti ég að halda með honum því að hann var orðinn svo hann er bara ekki með þetta lengur Nei maður heldur bara með sögun hans en svo náttúrulega já, sást ekki, það var heitt í hérna stofunni, Höddi Magg var alveg brjálaður í einhverjum spillingamálum og Já, sástu það? Ég er bara sammála þetta Eiður og Arnar voru bara eitthvað að tala á Messi málinu en þú veist að hafa tekið markaðum og svolítið síðan þetta gerðist þannig ég get ekki alveg þulið upp nákvæmlega hvað gerðist en ég horfði á þetta og bara ég er sammála þetta Já, eða þú veist það er alveg rétt að vera að taka að láta ekki bann bara halda sér að Trump ringi í einhvern Infantino beiti sér eitthvað smá Já, það er bandarísk, þetta var annar leikur Þetta var Hvað ertu að tala um? Er það að tala um þá Egyptaland, Argentínu? Já, þar var hitinn sko Já, ég veit það, en hitinn var út af var það ekki? Nei, það var út af bara leiknum Já, en er hann ekki heitur Hörður Magnússon út af fyrri atburðum? Jó, hann tók það bara sem dæmi og svo var hann bara, þú veist, hann var ekkert að segja það en hann var bara svona í að því að þú veist, FIFA er spilt stofnun, það hefur bara verið sýnt aftur og aftur Já
og það er mjög skrítið hvernig dómgæslan fór fram í þessum leik Argentína-Egyptaland var skrítin ég man ekki nákvæmlega hvernig það var dæmt en það var eitthvað dæmt á Egypta en ekki á Argentínu og eitthvað svona og hann bent á, það er mjög skrítið að þetta sé gert okkur ekki sami dómur við bæðileg eitthvað svona og ég skil Arnar alveg taka þann pól í hæðina að honum finnst pirrandi að menn eru að tala um að þessi spilling í fótbolta það dregur úr íþróttinni sem hann elskar, skil hann alveg og það er alveg, hann talaði samsæri já, ég er ekkert endilega vissum að hafa eitthvað verið herri, látið hérna Argentínu vinna ef eitthvað gerist þá bara passið það að dæma gegn þeim ég er svona trúið ekki alveg en ég veit það ekki hverja maður en auðvitað er dómari bara vennileg manneskja sem ég vantilega með stjörnir í augunum yfir að Messi sé við hliðina á honum skilur og kannski bara svona meðvitað dæmir aðeins minna á hann, skilurðu? Já, bara hvernig FIFA hélt ómeðvitað, ætla að segja og bara, HM var haldið í Katar og verið í Sádi-Arabi eftir 8 ár það er skrítið er ekki skrítið? Já, það er skrítið en það er massa kostar skrítið að halda svona HM eða ekki og þeir eru alveg tilbúinir að borga Já, en það er bara til vellir í Evrópu og Bandaríkjunum og í Asíu og víða og Argentínu og eitthvað Suður-Ameríku, hafið bara HM þar það er bara sama að gerast núna í Sádi-Arabi og gerast í Katar það er bara að vera að byggja og flytja einhver Pakistana og einhver hallir sem vera svo bara einhver gróðrúsum eftir 15 ár Hvað er næsta EM, ætla ég að spyrja hérna af því að maður getur verið að vera spenntur fyrir því sko. Næsta EM já, það er svona svipað og HM er búið að vera þetta er hérna England, Skotland, Wales, Norður Írland og Írland þetta er svona Bretland segja stemningin, heyrðu þetta, djúvill það skemmtilegt maður til að finna enda heini og hitti ég strák sem var eitthvað blessaður ég hæ, maður sem getur mér eitthvað nei og hún saman á EM ég eitthvað nei, ég var ekkert með þér á EM jú þá var hann náttúrulega, þess að langt síðan að EM var 10 ár síðan ég man eftir þessu, við sátum hann á einhverju torgi og þá var þetta bara eins og Eysteinn sonur einhvers manns svo bara 10 árum setna hann var 20 og ég eitthvað svona, já, þessi djúðleitónu stóð þá var það eðlega búin að eldast 10 ár skilur, bara bam og hann man vel eftir því að þú hafi verið með honum á EM já, við vorum hann einhvern svona drikkjuleik og hann hafði gaman að þessu 10 ára gamall með málingu í andlutinu já, þetta var stemning og eitthvað, það var ógeðslega gaman djúvill var gaman á EM maður. En heldur við náum þessu ekki aftur? Ef við fyrir núna á EM í Bretland segjum djúvill hljómar að vel Ég bara veit að ég þekki þetta íslenska landslið ekki neitt Við verðum aldrei, sko, þetta snýst alltaf um stemningu frekar en gæði í íslenska landsliði Við förum þetta bara á stemningunni Já, það var eitthvað svo mikið kynslaðan okkar sem var landsliðinu við vorum með Gylfa, við vorum með Kolbein og við vorum með Þennan og við vorum með Aron og Hannes í markinu Já, þeir voru aldrei í sterkustu liðum Evrópu, skilur Nú erum við miklu meira með leikmenn sem eru í miklu sterkari deildum Nú, það? Já Ég þekki þetta ekki Ég bara frættu mig Jú, auðvitað Gylfi og Jóhann Berg eitthvað svona annað auðvitað en ég meina Albert og Hákon Hákon í Lill bara jafstu deild í Fraklandi og svo ertu með Real Sociedad Óskar, sonunars Óskars Hrafs Nú varst að segja eitthvað Nei, þú bara þekkir þetta ekki nógu vel en þetta eru menn í góðum liðum skilur við það er svona kannski munurinn en hérna Já, ég held bara með þessu þessna, en kannski skiptir þetta engum máli kannski skiptir þetta bara að vera með stemningu og blóðatönun Gæti verið sko Ég held að við fyrir langt á því Já, en er núna eitthvað svona að vera að keppa að komast í Það byrjar í haust Ok, það byrjar í haust held ég Þá fer það húa aftur eða rú segir það ekki, rú Já, stálusu á okkur Hvað getur við sagt, við stálum þessu á okkur NFL-ið í Bandaríkjunum Já, en við getum kannski byrjað að koma eitthvað nýtt Það þarf ekki að húa allæfi Við getum bara að fara það Húið er samt óslega cool Já Hvernig var þetta? Dun, dun Já, tromma gerir dong dong Dun, dun Dun, dun Já, nei Viltu halda því? Já, þetta var bara húað aðeins svo mikið á sín tíma Maður fekk hú ógeð 16 og 18, þetta var bara svona 5-6 ára af húi Þannig að fólk bara svona fekk ógeð sko En er ekki fínt líka bara að leyfa húinu að vera fótbolta? Hefur verið að húa á handboltaleikjum? Nú mann ég það ekki Pottið, smá Nei, þú hefur líka tím á handboltaleik
Jú, það er svo mikið í gangi. í pásunum, öllum pásunum, það er svo mikið á pásum. Ég hef ekki séð húið á handboltarækjum. Nei, það er kannski ekkert mikið það. Það er bara Ísland, klang. Áfram Ísland, klang. Við verum á skíðum þegar strákarnir að spila handbolta í janúar. Þannig að við verum bara húandi inn í einhverjum skíðaskála í Austurríki. Já. Það er bara svolítið hanni sko. En ég ætla að hvetja ykkur til þess að fara í bíó, Obsession, ég mæli með henni, og ef þið eruð ekki ánægð með henni þá megið þið skamma mig, en ég teka bara kassan að þetta er æðisleg mynd og allir í bíó. Allir í bíó, við þökkum fyrir okkur hér úr hlaðfréttastúdíónu. Við heyrumst aftur eftir 2 daga, verið sæl.